Hér ætlum við að skoða hvernig maður stofnar e-twinningverkefni. Við byrjum á því að fara inn á þessa slóð, etwinning.net, og þar skráum við okkur inn á okkar aðgangsorði. Þá erum við komin inn á eTwinning Live, sem þetta eiginlega skólasamfélag eTwinning, þar sem kennarar geta verið í sambandi, stofna verkefni og verið á netnámskeiðum og fleira. Það sem við ætlum að gera hér er að við ætlum að fyrst að leika kennara sem að stofnar verkefni. Síðan ætlum við að leika samstarfskennaran sem að samþykkir verkefnið. Og að lokum skoðum við hvernig þetta lítur út þegar Landskrifstofan hefur samþykkt verkefnið og það er komið í loftið. En sem sagt við byrjum á því að leika kennara sem að stofnar e-twinningverkefni verkefni. Það sem maður gerir er að maður fer hér undir Projects. Og þar fer maður einfallega í Create a New Project og maður byrjar á því að velja skólan sem maður vinnur við. Ef maður starfar við fleiri en einn skóla þá velur maður það, annars er það sjálfvalið eins og hérna hjá mér. Svo heldur maður áfram. Svo þarf maður að finna þann sem maður ætlar að vinna með og hann þarf að vera hér á vinalistanum ykkar eða kontaktlistanum. Og það er annað myndband hérna á síðunni þar sem við skoðum hvernig maður kemst í sambandi við fólk. En ég ætla að stofna verkefni með kollega mínum Sigríði Völu Vignisdóttur og ég finn hana hér og við höldum áfram. Þá erum við komin inn í verkefnislýsinguna og kannski örstutt e-twinningverkefni verkefni. Þau geta verið hvernig sem það er í sjálfsög engar reglur þau geta farið í stuttan eða langan tíma, kannski algengast að þau séu hálft eða heilt skólaár, en þau getur verið allt niður í nokkra daga eða lengri tíma. Svo lengi sem að verkefnið er hluti af, er í samræmi við námskrá og hluti af kennslu skólans og í samræmi við uppeldismarkmið og þess áttar að þá er verkefnið gilt. Við mælum náttúrulega með því að fólk sé búið að vera í sambandi áður og ræða hugmyndir hvað það ætlar að gera áður en það skráir verkefnið. Við mælum líka með því að fólk sé búið að skoða þessa reiti hérna aðeins fyrirfram og kannski setja lýsinguna fyrirfram hérna í til dæmis Word-skjal sem er vistað á tölvunni. Þannig ef að þið lendið í einhverju vesinni þegar þið eru að skrá þetta inn þá eigið þið textan vistaðan. Við byrjum á því að setja inn titil og hérna það er þá einhvað lýsandi fyrir verkefnið og þema þess. Síðan er það sem sagt svona stutt lýsing eða samantekt. Við veljum tungumálin sem eiga við verkefnið. Það getur verið enska og danska til dæmis. Við skulum segja að nemendurnir séu í unglingadeild. Segjum hérna frá 13 og upp í hérna 16. Við gerum ráð fyrir því að fjöldi nemenda í verkefninu séu á bilinu 10 til 30. Þetta er verkefni sem tengist listum, tungumáli og hérna bókmenntum. Verkfærin sem við ætlum að nota í verkefninu. Við erum ekki bundin endilega því að nota það sem við setjum hér, en það er ágætt að vera búin að gera sér einhverju hugmynd það fyrirfram og það sem við erum að hugsa að gefa út efni hérna á vefnum. Við ætlum að nota TwinSpace og svo reknum við með því að vera með einhverja fundi á netinu. Síðan er það svona lýsing í 3 liðum. Það eru sem sagt markmiðin, hvað ætlum við að gera og þetta þarf ekki að vera mjög langt, það er aðalatrið þetta sé skýrt og það sé auðvelt að skilja hvað þið eruð að fara út í. Hvernig ætlið að vinna? Til dæmis í september gerum við þetta og svo framvegis. Og lokum er það sem þið reikni með að komi út úr verkefninu. Og það fyrir allt náttúrulega eftir eðli verkefnisins hvað það er.
þú veist, ef þið eru, segjum að gera myndbönd þjóðsögur, þá eru myndbönd ein útkoman, þú veist, það geti verið rafbók, þú veist, það ýmislegt sem að kemur það til greina. Að lokum stendur hér Project Kit eða verkefnapakki og þetta eru tilbúnar verkefnislýsingar sem að eru á etvinning.net sem að fólk getur nýtt sér að vild og við minnumst aðeins nánar á það í lok myndbandsins. Nú ef þið hafið notað slíkan verkefnapakka þá segið þið já og finnið pakkan hér. Nú ef ekki eins og í þessu tilfelli þá segið þið bara nei og haldið áfram. Þá fáið þið hér yfirlit yfir það sem þið voruð að slá inn áður en þið sendið það. Nú þið sjáu þennan rauða kassa hérna efst, það vegna þess að ég að stofna þetta verkefni með öðrum íslenskum skóla. Það algengast að etvinningverkefni séu stofnuð með evrópskum skóla en nú einnig hægt að fara í verkefni með skóla innanlands. Og þetta einfallega tilkynning til þess að gera manni þetta ljóst að maður raunverulega ekki að stofna þá Evrópuverkefni og getur því ekki tekið þátt í fengið Evrópuverðlaun og þess háttar. Ef þið væri semst að stofna verkefni með evrópskum skóla þá væri þessi tilkynning ekki hér. Öðru leyti þetta alveg eins. Nú við förum yfir lýsinguna, við getum farið hér í Change og breytin ef við viljum, en við ætlum að senda Sigríði lýsinguna hér. Og þá fáum við tilkynningum að við séum búin að búa verkefni til og nú bíðum við eftir því að samstarfsaðilinn Sigríður samþykki verkefnið. Nú ef við förum undir Projects þá sjáum við að verkefnið hér undir Pending, það í bið. En hvernig lítur þetta út hjá Sigríði? Við ætlum núna að fara inn hjá henni og samþykja verkefnið. Nú þegar Sigríður komin inn, þá tilkynning frá mér undir bjölluíkoninu. Nú hún smellir á bjölluna og þá tilkynningin hér og hún getur ýmist hafnað henni eða samþykkt hana og hún samþykkir. Og ef hún fer þá undir Projects, þá verkefni líka hjá henni undir Pending. Og þið sjáuð að undir Pending hjá stendur hér Edit. Þannig að ef að Sigríður myndi vilja breyta lýsingun eitthvað, að þá getur hún gert það, getur bætt við og smellt á Submit. Þannig að verkefnislýsingin ekki höggvin í stein, það hægt að breyta henni á milli kennarana sem að standa verkefninu. En hvernig lítur þetta út þegar landsskrifstofan búin að samþykkja verkefnið? Við ætlum að skoða það aðeins nánar. Nú ég aftur komin inn sem Guðmundur og það eru liðnir nokkrir dagar og landsskrifstofan búin að samþykkja verkefnið. Ástæðan fyrir því að það gert að það svona lítill öryggisventill bara til þess að tryggja það að þetta séu raunveruleg verkefni sem fara í loftið í etvinning og þetta á ekki að taka lengri tíma en viku. En þannig að við fyrir núna undir Projects, þá sjáum við að verkefnið okkar hér undir Active Projects. Og þið sjáum líka að það ýmislegt sem þið geti gert hér undir, að þið geti til dæmis bætt við fleiri kennurum í verkefnið, þið geti breytt réttindum þeirra, þið geti fara á TwinSpace svæði verkefnisins sem samstarfssvæði sem hvert verkefni fær og það eru önnur myndbönd sem hér á síðunni sem það sem farið í TwinSpace. Nú hér í lokin vildi ég aðeins skoða hvernig maður til dæmis setur inn mynd eins og hér við þetta verkefni. Þú veist að við smellum hér á titilinn þá sjáum þið svona nánari upplýsingar verkefnið hér og ef maður fer hér í Pictures að þá getur maður sett myndir hér inn. Nú við finnum möppuna með myndum og við getum sett ýmist dregið henni ég ætla að fara í brás og fundið myndina þar. Ég ætla að draga skemmtilega mynd af blöðrum inn og þá hleður kerfið því inn og ef við, hér náttúrulega að setja ýmsa myndir, ef við viljum gera myndina að einkennismynd verkefnisins, þá högum við hér Set Image as Default Picture og gerum Submit og smellum OK og þá sjáum við að verkefnið komið með svona einkennismynd hér. Nú, alveg í blálokkin þá eins og ég myndist á
Áðan þá er hægt að nálga svo kallaða verkefnapakka The Project Kits inn á Edvinning vefnum og ég ætla aðeins að sýna ykkur það. Ef þið farið hér inn á edvinning.is og inn á hliðarstikunni stendur Edvinning samstarf, þá getið þið hér lesið ýmislegt hvernig maður hugsar Edvinning samstarf og svo framvegis. Og hér á síðunni sjáum við að það er hægt að skoða dæmi evrópsk verkefni og hér stendur líka verkefnapakkar. Og það eru þessi Project Kits sem við skoðum áðan. En það er svona sem að maður stofnar og samþykkir Edvinning verkefni. Gangi ykkur vel.